gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Ég held við getum öll verið sammála það að það með dálitlum ólíkindum að hún Laufey okkar hafi helgina selt hátt í 16.000 manns miða á tónleika í Kórnum. Hún nú bara fædd held ég hún 1999 hún Laufey og þetta eiginlega einstæður árangur að ég hygg en ætla nú að fá til mín hér til að ræða Laufeyju mannesku sem þekkir betur til hennar en ég. Hún heitir Andrea Jónsdóttir. Vertu velkomin. Takk fyrir. Þú ert dagskrárgerðar kona sem hefur fjallað tónlist hve lengi? Sko, ég fékk fyrst vinnu bara þegar þetta var bara gamla gufan. Já. 1972 held ég. Já, það ekkert annað. Já. Hvað langt síðan? Og þar á undan var ég náttúrulega bara að vera að lesa bara músík og vera DJ í heimahúsum. Þetta nálgast 55 ár. Ef hugarreikningur bregst mér ekki. Já, bara, mátt hafa þetta hvað sem Það heiður að fá því hérna í spjall. Við höfum aldrei áður verið í viðtali saman. Nei. En einmitt, maður er búin að hafa því í eyrunum alla þessa áratugi og ég Þetta var náttúrulega einokun í gamla dag. Já. Og ég mjög spenntur að vita, af því að ég veit að þú fórst á tónleikan í gærkvöld. Já. Í Kórnum. Já. Ég mjög spenntur að vita hvað fannst, ekki síst vegna þess að stundum heyrir maður eitthvað svona að þetta snúist bara markasetning og eitthvað svoleiðis. En hérna, ég held að þú sért ekki saman. Nei, hún bara svo mikill snillingur. Já. Og þetta eins og þú sagðir 2 kvöld og ég held að sé alveg kallað uppselt, það hefur kannski vantað nokkra hræður upp á 8.000 hvort kvöld. Já. En það ekki til að telja sko. Nei. Og þetta, ég viss alveg að þetta yrði gott búin að heyrt talað það. Ég misti af henni þegar hún var hérna í Hörpu. Það hefði náttúrulega frekar vilja vera þar af því að þetta ekki svona skemmtilegasta tónlistar eða svona, já, fyrir svona listræna atburði. En hljóðið var algjörlega frábært. Já, var það? Það bara gat ekkit verið betra. Já. Og öll skipulagning í kringu þetta. Já. Algjör snild að leyfa fólki geta verið að keyra á engabílum þarna, heldur bara rútur úr Smáralind og svo reynda var hægt að fara á leigubíl þarna, svona mjög nálegt. Já. En já, öll umgerð var algjörlega frábær. Ef við höldum aðeins áfram með þetta, áður en við förum upp á svið, hvernig var áhorfandahópurinn samansett? Sko, þetta mest, mér skilst að aðdáendahópurinn eða þeir sem koma á tónleika erlendis til dæmis, það sé miklu yngra fólk og mikið af bara ungum stelpum. Já. Og þetta svona hreyfingu, ég held þetta sé bara, já, ég myndi segja, þetta ekki bara næsta svona kvennahreyfinga eftir Spice Girls, ég veit það ekki, ég segi svona bara, ég ekki tugsað það, en þetta bara gerir mikið fyrir stelpur. Já. Og þannig það meira fullorðnu fólki. Já. Og fullorðnu fólki var svona frekar í fremri sætunum en svo heyrði maður alveg það sem ég hef hort og hlusta á tónleikamiðinni á bara netinu. Já. Og þá bara svona rosalega mikið af ungum konum, ég kalli þetta allt stelpur bara, sem greið. Já. Og sem að kunna og bara svona hrópa frammi í vissum lögum og hérna svona kunna klappa og allt þetta svona. En maður heyrði það svona aftar. Já. En svona yngra fólk hérna, já bara þeir sem voru í ódýrari sætunum, þeir hérna voru duglegir að taka þátt. Já, mjög mikil svörun. Já, svona, en það var aftan, það var ekkit, ég var greinilega á fullorðins hérna. Já. Ég var lundar í smá forréttundum, mér var boðið, Óli Palli bauð mér. Já, ég skil. Með mjög stuttum fyrirvara sem ég var mjög hrifin af. Ég var alveg svona alltaf að pæli að kaupa miða, svo fannst mér þetta svo mikið vesen, einhverja rútur og eitthvað, þannig að dróð úr mér, en ég held ég hefði nú tekkað á miða svona á síðustu stundu allavega. Þetta voru nú einhverjir 10.000, var það ekki fyrir dýrari miðana? Ég bara man það ekki, en ég segi nú bara, sko, þetta, hún bara, sko, nú ætlum ég að vera rosalega stórirt. Já.
ég fór daginn og sá Presley myndina, heitir hún ekki bara Elvis? Jú. Og það bara Elvis Presley bara á tónleikum. Já. Bara, og hann var svona mest í Las Vegas og aðeins á Hawaii og eitthvað. Og bara, ég fær bara gæsa þegar ég tala þetta. Hann var þvílíkur sko bara sjómaður. Já. Og svo flottur og bara, og svo gaman, og það var ekkert verið að sýna því þegar hann var orðinn bara að hníga niður undan sjálfum sér og dópneyslu og öllu slíku sko. Nei. En þetta, og hann var bara glæsilegur og bara svo músikalskur og skemmtilegur og flottur og bara, ég hef aldrei séð bara eina mannsku vera svona rosalega. Nei. Þetta, ég var búin að sjá svo sem aðeins en aldrei á svona stóru tjaldi eða eitthvað þannig sko. Og bara, hún Laufey bara í þessum performance-klassa. Í alvöru? Já, maður bara svona alveg fær bara gæsó. Þú fundið það svona sterkt í hún návínu? Bara á þessum standard. Já. Hún getur sko verið í Las Vegas á svona, hún getur verið á stærsta sviði heimi hvar sem og hinga komið þetta og ég veit ekkert hvort hún hefur eitthvað þurft að skera niður sviðsmyndina, ég veit það ekki að því að já, þetta stórt svið þarna. En þetta var nú stórt fyrir mig og algjörlega magnað og flottir skjáur þar sem hún sjást alveg sér eins og sama líka náttúrulega upp á sviðið. Og dansarar og rosalega flott hljómsveit. Það var strengja líklega kvintett frekar en kvartett sem var með þarna. Og svo svona bara eiginlega jazzspilara. Það svona trommur og bassi og píanisti. Og og gítar var þarna líka. Já. En svo náttúrulega hún sjálf sem spilar svo mikið, hún í sumulögum syngur hún bara og svo tekur hún kassagítarinn eða rafmagnsgítarinn eða sest með sellóið eða spilar við flílinn eða við svona einhvern Róland eða eitthvað svona rafmagspíanó eða eitthvað. Já. Og til dæmis síðustu lögin sem voru eftir uppklapp, þá var hún bara ein held ég í bara öllu. Og endaði á Draumalandinu. Nú gerði það. Já, eða gert í Sigfús. Jú. Já. Og hún svo, og fyrst þegar hún byrjaði að syngja, þegar ég heyrði henni fyrst, þá hún alltaf var ung þá, ég bara sá hana eitthvað á YouTube og eitthvað svona sko. Já. Þá fannst mér nú sko vera svona pínlítið ekki beint klemd röddin en aðeins svona eins og hún var ekki alveg, en núna hún alveg búin að opna á allt saman. Hún kom með sína bara fullorðins rödd. Já. Og bara algjör frábær túlkandi og þetta niður stundum mjög létt og stelpulegt, svo bara stundum svona mjög alvarlegt og svo skiptir hún tónleikunum niður í einhvers konar kafla, fyrst byrjar svolítið svona eins og Disneylegt, svona prinsessulegt. Já. Og mjög skemmtilegi dansarar með henni sem stundum þeir fyrir framan, hún tekur þátt og stundum fara á bakvið og þetta bara allt svo flott og þetta nefnilega sem hýsta þessu helvítis Hollywood glísið eitthvað. En þetta nefnilega fer aldrei yfir strikið. Nei. Þetta einhvern veginn alltaf, þetta svona virkilega flott og maður verður aldrei leiður og það ekkert feik eða neitt sko. Þetta bara, hún bara svo flink sjálf. Frábær gítarleikari líka. Já. Og bara svona góður auðvitað semur hún líka lög og texta. En hún bara svo frábær músikant. Og þetta svo skemmtilegur vitnisbyrður námið hennar til dæmis hér heima í MIT að þau segja sem voru með henni samferða þar. Þau tala hvað hann var rosalega opinn fyrir alls konar hugmyndum og samstarfi. Já. Og hvað það hafi verið gaman að fylgjast með því hvað hann var alltaf þetta var svo breitt, heimurinn var svo breiður. Já. Lá fyrir henni. Já, og náttúrulega fleiri en eitt hljóðfæri, hún vinnur til verðlauna með þess að ég held að það hafi verið bronsverðlaun sem hún vann í EPTA píanókeppninni á sama tíma og hún sellóisti. Já. Og hún að reyna sig við alls konar músík einhvern veginn frá blautu barsbeini og þér hefur fundist það einhvern veginn birtast. Já, maður heyrir að það alveg rock stundum í gítarnum en þetta svona megin, það svona jazz má segja sig grunnurinn. Eitthvað jazz og blues náttúrulega grunnur í allri tónlist, getur mér ekki sagt það bara. Ég getur mér ekki sagt það. Já, kannski verður einhver Beethoven aðdáandi móðgar, ég veit það ekki. En hann var nú svolítið rock. Já. Barokk, nei. En
En þetta bara svo magnað, maður getur bara ekki annað en heillastaðinni og mér hafi pirrað mig stundum, fólk að segja svona á netinu, hvaða læt þetta með þessa laufi? Mér finnst þetta bara leiðilegt. En sko, þér getur alveg þótt tónlistin leiðileg, en þú bara getur ekki lokað augum eða eyrum fyrir því hvað hún mikill bara snillingur og frábær listamaður. Bara alliða, þessi stúlka. Leiðréttu mig ef þarf, en mín fyrstu viðbröð á henni, ég fann hana aðeins á undan flestum. Já. Það var einhver vinur minn tónelskur sem benti mér á hana. Ég man ekki hvað var mörg ár síðan. Já. Og ég hugsaði bara, rými fyrir þessa músík, svona hægir jazz standardar í endurvaktir og hljóðsettir og nýjar melódíur, en svona svolítið í anda Ellu Fitzgerald. Já. Var það ekki bara það sem að málið snerist fyrir nokkrum árum? Jú, en hún reyndi að byrja að setja alls konar pop á neti, svona poplög. Mér segja eitthvað Ísland sem ég man ekki bíli hvað var það svo langt síðan ég sá það. Já. En svo og það gerði svolítið mikið fyrir hana. Hún tók lag með Billie Eilish og setti á bara neti eins og ýmislegt annað. Já. Og Billie Eilish af einhverjum ástæðum sá þetta og heyrði og hún dreifði því. Það var náttúrulega svolítið gott og þá kannski komum við að þessu með sem ég finnst vera að hafa oft verið yfir umræðinni og skyggja svolítið á það hvað hún mikil snillingur hún Laufey og það alltaf að vera að tala að þetta sé einhver risa að hún hafi fengið eða þetta einhver risa bara einhver maskína svona frægðarmaskína eða hvað ég að segja bara var eitthvað svona, hvað kallar maður þetta? Já. Og sem stærra heldur en Valhallarmaskínan. Nei, bara svona til þess að dreifa og lýsa og allt þetta sko. En þetta byrja náttúrulega bara hún og svo systir hennar mjög listræn og hún gerði svona lítil einhver svona myndund og postaði á alls konar öllum þessum miðlum og slíkt sko. Og þannig að Laufey bara líka sjálf í þeirri stöðu. Hún hefur ekki selt neitt, hún á allt sitt efni sjálf. Og hún ræður hvort hún gefur út plötu einu svona ári eða 3 ára fresti eða 5 ára fresti. Hún bara með þetta allt í hendi sér af því að margir listamenn hafa lent í því svona bara mjög ungir og hafa ekki haft neina ráðgjöf að þeir bara gera allt fyrir fræðina og selja allt frá sér og svo bara kemur fræðin kannski aldrei og bara dettur niður. Kannski hefur íslenska sjálfstraustið þessum stundum talað að ungt tónlistarfólk sem bara fer hérna út í heim. Kannski hefur það haft eitthvað að segja þarna. Já, gæti verið sko. Já, hún hefur aldrei samið af sér. Nei, hún er bara með lappirnar á jörðinni. Já, en ég ekkit alveg sko hissa á því að hún sé ekki allra vegna þess að ég man að þegar ég byrjaði að hlusta á hana og hugsaði með mér þetta nú frekar fáað, þetta nú ekki neitt byrjenda bragar á þessu, þetta pínluti fyrir lengra komna, hugsaði ég. Og ég var mjög hissa á því að ungt fólk skildi stökkva á þetta. Bara algjörlega sko. Og svo líka sem ég hugsa sko, ef þetta eitthvað, með sumir tala eins og þetta sé rosalega kapitalist og fyrirfram hugsað einhvern veginn, allt út í enda og planað. En ég segi bara sko, það örugglega margir forstjórar einhverja tónlistafyrirtækja sem myndi vilja fá svona listamann og ákvaða mótið. En þeir eru mjög heppnir að fá mannesku sem getur staðið undan þessum háa standard sem hún á. Og svo hún svo skemmtileg og bara eitthvað næs og tilgerðarlaus og þó þessi rosa flott þetta engin tilgerð, þetta bara allt sem hún sko bara þvílíkt örugglega systurnar eru saman í að skapa svona, þó það sé örugglega náttúrulega með einhvern sem að býr til dansana og eitthvað þannig. Þetta sé bara klassíska öfundin þegar maður heyrir. Svolítið þannig og það mjög oft þannig og fyrirgeðu það svolítið oftar strákar fyrirgeðu sem þurfa að finna upp eitthvað sjálfur til þess að fíla það. Já, ég hef lesið einhver svona. Þetta kom svona svolítið aftan að fólki, þessi litla sæta stelpa, þú veist að hún væri þannig bara,
Ég lesi einhver komment sko, það er einhverju sem skrifa ofan í einan handritið og eitthvað svona sko. Koman, hún er svo eðlilega, það er bara ekki hægt að vera eðlilegri. Nei. Og segir svona fallega sögu, það er lag með henni sem heitir Bréf til 13 ára sjálfrar mín. Já. Og Já, hérna, einmitt. og þar einmitt er hún að tala um þetta sem að margar stelpur kannast við og kannski flestar, ég veit það ekki, það að vera, þú veist, ekki nóg sæt og aðeins og feit og fannst enlega aldrei passa inn í náttúrulega með asíst útlit og allt þetta. En og þetta er svo fallega sagt og gert og einu staði í laginu þá er eitthvað hérna, mig dreymdi aldrei eða hún er að segja henni, þú veist, hún er að tala til hennar og ég man ekki alveg hvernig textin er, eitthvað dreymir það, hann hefði aldrei dreymt að fólk þekkti nafni sitt og þá kalla, þú veist, þeir sem kunna Laufey. Maður bara hálf tárast. Já, einmitt. Þetta er bara, hún er bara stór stjarna og algjörlega verðskuldað. Hún er stór bara tónlist, hún er stór listamaður, segi ég. Já. Og hefur bara, er viðurkennd af svona mörgum og það er ekkit, sennilega hún á allt inni. Nákvæmlega, sennilega verið bara heppin með það að mammenar er leikur í symfóníuljónstinni. Já, hún er náttúrulega alin upp alveg og náttúrulega bara spilar bara er rosalega flinkur spilari á hvað sem hún tekur sér í hendur. Og systir hennar líka mikill stuðnings, bara þær tvær einhvern veginn. Já. Og auðvitað bara heppin með sumt, en fyrst og fremst bara þetta er hennar. Já, þetta er líka rosalega vinna. Þetta er rosalega vinna. Þannig að, þetta er rosalega vinna númer 1 og svo auðvitað þarf einhvers konar heppni líka, en hún bara sjálf er svo rosalega heillandi. Já. Ertu til í að allavega svona ræða aðeins meira tónleikana, á hverju byrja hann? Veistu ekki búin að gleyma því. En það hefur verið eitthvað sem vakti sem kveikti salnum alveg. Hverju byrjaði, veistu, ég er bara búin að gleyma því. Ég þekki þetta. Ég kom líka mjög óvænt hérna til þín. Já, þú verður ekki sökuð að fengi mikinn undirbúning og hálfgerð tilviljun náði skottið það. Ég er hérna í peysu sem við hefum aldrei vita hvort er náttföt eða útföt, en hérna, við séum þetta sé svona mitt á milli. Ég held þú tækir því bara mjög svo skítur í íspjörn. En ok, svo ég umorið þá spurninguna. Byrjar hún rólega? Nei, hún byrjar frekar hressilega. Hún byrjar hressilega? Já, hún byrjar frekar hressilega. Það var þetta mjög, fallegt. En hún byrjaði á mjög þekktulagi. Já. Man ekki hvað það var. En þú tekur fram hún á kaflaskipti þessu? Já, hún kaflaskipti og svo einn partur er það sem, eins og gamalt jazzband bara. Já. Sem spila svona á bara 3. eða, 4. áratugnum eða 5. eitthvað svolítið, svo er svona þannig klætt. Já. Og þá er bara þá eru þið bara í líkt og horn á sviðinu og kontrabassi og hérna píano og trommari og bara, Þannig að þetta eru nokkrir ólíkir heimar. Þannig hún er bara aðeins að neyja til jazzins svolítið. Og býr til nokkra ólíka heima þarna upp á sviðinu. Þetta er alveg jazz og pop og smá rock í gítarnum eins og ég sagði og svona. Og svo er hún bara, og hún býr til mjög skemmtilega texta. Svona alvarlega líka svolítið svona fyndna, gerir grína sjálfri sér og svona, hún er bara virkilega flink bara á öllum sviðum. Og maður finnur það líka að þetta setur mann sjálfan í aðrar stellingar, virðing manns fyrir henni. Þú ert að tala um hljóðfærin sem það skiptist á að spila á og þar með svona nýðþungt að spila á selló. Þú spilar ekkert fallega á selló og það eru í svona hafa ég veit ekki hver mörgum þúsundum klukkustunda, skilur við. Hún er myndið vinkað, hún sagði selláleikurinn hennar gamli var í salnum. Fallegt. Sigurgeir, ég veist ekki hvað heitir. Já, sá sem að fyrsti sellóisti núna í symfóníunni. Það gæti bara alveg verið. Já, einmitt. Já, þetta er allt svo dásamlegt, sko. Já, þetta var bara algjörlega frábært, eins og ég segi, ég hafði mikla vendingar. Já. En vissi það, ég gæti búist við að þetta var einhvern veginn ennþá bara stærra. Þetta var gæsahúð og nokkur tár í restina yfir draumalandinu. Já, var það ekki. Og hún er svo ófeimin við að takast á í svona djörf og óvænt verkefni. Bara náttúrulega.
það er nefnilega eitt sem hún hefur, hún er náttúrulega tónlistlega menntuð, Já. en hún er líka það frjáls eins og varst að segja að kennarinn hennar hefði sagt að hún er bara svo opin fyrir öllu og kann alveg hún kann alveg klassísku reglutnir en kann örgulega brjóta það líka sko. Sennilega, já. Það flippa svolítið út. Og hugsa þér sko, ég ætla ekki að ræða við þig afleitu áhrifina þessu, ég ætla ekki að ræða við þig allavega ekki lengi, markas áhrifin eða sendi herra áhrifin, en pældu í því sko bara, að því það er hellingur af ferðamönnum sem kemur til Íslands vegna menningar og hugsa þér áhrifin sko. Og svo líka náttúrulega mér finnst líka algjörlega frábært að hún er sem sagt kínverski aðrættin og íslenski hina og mér finnst það eiginlega frábært í sérstaklega í ljósi þess að það er svo mikill rasismi á uppsiglingu að alveg sammála þetta er mjög sterk blanda mér finnst þetta algjörlega frábært og þú ert búin að nefna fyrirmyndarhlutverkið en gagnvart stúlkum og allt það, valdeflingin. Já, en það var að mér fannst svona allavega fullorðnu fólki vera mjög bara jafnt af konum og köllum í salnum. Ég held að það veri svona mikið svona fjölskyldu eitthvað til þess að fara á. Og svo var líka litlar fínar stelpur og litli krakka líka. Og sumar kannski með slaufur í hárinu. Sumar rosa fínir. Já, og með töskur. Já. Sko hún er náttúrulega ekki eins og þegar U2 kemur fram, hún er ekki reið og augrandi og allt það. Nei, það þarf líka. Það þarf nefnilega líka, en það þarf Laufeyju. Já. Og hún er... hún hefur örugglega sína skoðanir. Hún hefur sína skoðanir. En hún er svona meira í því að tengja okkur. Já. Er það ekki? Hún er bara með sína, með sína bara tónlist. Og svo er ég viss það sko, hún náttúrulega er það ung þegar hún byrjar. Fyrsta platan hennar stóra kom 2022 og þá var hún 23 ára, eitthvað svo leys, já. Hún er búin að gefa 3 stórar, svo einhverja smáskifur. Og hún er náttúrulega bara ung manneskja sem á eldist og hún er sko örgulega eftir að eldast í þessum bransa. Eldast vel. En hún er annarkoð 26 eða 7, ég man ekki alveg afmælistaginn hennar. Það er 99, nei ég veit það ekki. Þetta er svo lýgilegt. Hvernig hún fyllir þetta risavaxna hús. Eiginlega eins og að drekka vatn, 2 kvöld í röð. Og eins og okkur líður núna þá er þessi ferill rétt að byrja. Já. Er ég verið að segja þér eina sögu? Já. Hún er stutt. Bara þegar hún var nýfræg, ekki orðin alveg svona risastór. Það gæti bara hafa verið 22 eða eitthvað. Þá er hún á ferði út af húsinu líklega að fara í sjónvarpið. En þá er hún Rósa Birgitta sem var þá í Poplandi. Hún sér hann að labba. Rósa var inn í stúdíu bara með þátt. Þannig að Rósa er snögg og hleypur upp og segir bara hæ, heyrðu, ertu til í að koma bara í örstutt viðtal við mig á eftir þegar þú ert búin í sjónvarpinu? Og þá segir Rauði, já, heyrðu, er gítar í húsinu? Og þá segir Rósa, já, örglega, það er alltaf einhverju tæknumenn með gítara í Ríkisútvarpinu. Og þannig að Rósa hleypur og finnur gítar og er með gítar, svo bara kemur Rauði og spjallar við hana og svo bara tekur hún bara gítar, þetta var rafmagnsgítar, bara tekur hann og spilar bara, hún sagði, ég veit ekkert hvort ég má gera þetta, en hún spilaði bara einhver topplag sem var þá sko, bara í beinni og bara alein. Og þá bara, guði hvað hún er flink, þá bara sá ég það alveg bara strax. Og mér finnst þetta svo hressandi að segja því hún er algjör andstæða þess sem öfundarfólkið heldur fram að allt sé skipulagt. Allt sé skipulagt og bara... Já, fabrikar eða einhvern veginn. Og einhverja, klippa hún í neglurnar og hún ger ekki neitt sjálf. Þannig að hugur ekki hennar og svona hæfni til að bara búa til allt úr engu í rauninni. Það rammast vel inn í þessari sögu. Algjör, hún er góðan, hún er búin að vinna fyrir þessu hörðum höndum og huga og bara alveg að blómstra núna og ég bara samgleðist henni þvílíkt. Og ég vil ekki alltaf verið að hlusta á peninga og segja hvað fær hún mikið fyrir 8.000 í kórnum. En svo eins og oft var að tala Björk, sko, það er alltaf að tala innkomuna. Það er aldrei talað hvað það kostar. Svona listamaður á borði, Björk og svo Laufey.
að þá innkoman kannski mikil, en þú ert kannski að halda heilu þorpi á tónleikaferðalegi. Já. Og það ekki talað hvað dregst frá innkominni. Nei, og að þú nefni Björk í þessu tilliti, 2 konur. Já. Ætla þessi tilvölin? Það ekki víst. Já, það ekki víst, ég veit ekki. Kannski finnst okkur að við getum hjólað meira í þetta af því að það eru konur ennþá. Kannski eru ekki komin lengra. Já. Það er mögulegt. Og þess vegna held ég til dæmis að ég hef heyrt svona nokkur viðtöl í útvarpi að það alltaf að tala meira peningaliðina hjá Laufi heldur en hennar snild. Já. Og ég sjálfur að gera með sekan og það með að nefna hættu. Nei, það má alveg tala það. Já, og ég bara gleðst yfir því. Ég finnst hún eiga hverja krónu skilið. Já, það finnst mér líka. Og Björk líka. Já, og svo sem allir snillingar, þú veist. Og ég þekki bara eigin raun og mínu eigin heimili, sko, bara ungt fólk þegar kveikir á henni og hvað þetta mikið ævintýri. Já, og eins og ég bara vil undirstrika, ekki þó tónlistin leiðileg, en þú getur ekki hunsað hæfileikana og snildina. Mitt. Og þessi fjölhæfni. Já. Þetta er alveg lýgilegt. Já. Herri, ég Andrea mjög þakklátur fyrir að hafa stokkið svona eins og Laufey með sem fann rafmagnsgítar hjá einhverjum tæknimanni á nokkurs fyrirvara, bara verið til í þetta gegn. Takk fyrir að vera til í þetta spjall á nokkurs fyrirvara. Takk fyrir bara að biðja mig og gefa mér þetta fína kaffi. Já, gott að heyra. Mjög gaman að heyri þér frá þessum magnaða gærkvöldi sem var síðara kvöldi að 2. Lífi Laufey. Já, lífi Laufey. Og lifið þið öll sem hlustuð og horfðuð á okkur í kvöld og lifið samstöðin og þakkir til ykkar, þakkir til allra gesta minna í kvöld, tækni, fólks og annara sem koma hér að þessu daglega verkefni að búa til 3-4 klukkstundar dagskrá sem svo endurflutt og ekki síst í útvarpi. Sum ykkar kannski viti það ekki en samstöðin útvarp líka 89,1 og svo hægt að fylgjast með okkur á Spotify, hlaðvarpsveitum, uppum og öllu því. Nú svona rétt í lokin, ef þið hafið velt fyrir ykkur að styrkja samstöðina með áskriftar eða stuðningsframlagi þá alltaf góð hugmynd að líta við á vefslóðinni samstöðin.is og þar áskriftar hnappur og gegn aðeins 2.750 krónum á mánuði getur þú haft heilmikið með það að segja að við getum haldið áfram að búa til áhugavert efni vonandi fyrir þig. En ég heiti Björn Þorláksson og þessum þætti lokið. Takk fyrir samveruna, verðið sæl. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.